Ég nagrís. Sumir segja ég líkist mús, en ég alls ekki mús, ég nagrís. Fallegur hvítur nagrís með brúnum blettum. Og ég hún fullorðin, þótt ég sé aðeins 2 ára. Ég á heima hjá stelpu sem heitir Ívon, hún 7 ára. Ívon góð við mig og gætir mig vel. Hún gefur mig góðan mat á hverjum degi. Til dæmis gulrætur, nam. Og stundum gefur hún mig gúrkubita. Ívon gleymir aldrei að gefa mér hey. Hún veit að ég á að fá þurrt, ilmandi hey á hverjum degi. Ég éta það og ég nota það líka til að búa rúmið mitt. Ívon finnst skrítið að ég skuli borða sængina mína. En hún nú heldur ekki nagrís. Hún var 5 ára þegar hún fékk mig. Þá átti hún til að gefa mér nýslegi gras og blautan arfa. Oj, bara. Stundum gaf mér að segja grænmeti beint úr frystikistunni. Ískalt rósakál. Þá var mér svo illt í maganum. En sem betur fer hún hætt við. En það versta sem ég fæ eru hráar kartöflur. Hún gæti alveg eins eitra fyrir mig. Þegar Ívon var 5 ára, hélt hún að ég var einhvers konar leikfang. Hún fann lítinn pappakassa og í honum átti ég að búa. Og sofa, sagði Ívon. Og þegar hún ætlaði að bera mig, þá tók hún mig stundum upp á fótunum. Og stundum tók hún í hnakkadrambið á mér. Það var sárt. Nú Ívon orðin 7 ára og nú veit hún að hún má aldrei taka mig svona upp. Hún á að taka mig upp með báðum höndum, með annarri höndin framlappirnar og með hinni undir afturendan. Nú veit Ívon líka hvernig kassi minn á að vera. Fyrst fekk hún stóran pappakassa út í búð. En nú ég búin að fá þann albesta kassa sem nagrís getur fengið. Almennilegan trékassa með fótum undir svo ég sé ekki of nálægt gólfinu. Því niðri við gólfið alltaf svo kalt. Pabbi Ívon bjó hann til og hann setti líka þak á hann. Hérna það. Þegar kassin stendur út í garði get ég farið inn þegar rignir eða ef mér verður of heitt í sólinni. Hann málaði líka kassan, en bara að utan, því hann veit vel að mér finnst gott að naga dálítið í tréð af og til og málningin ekki góð á bragðið. En nú get ég naga kassan að innan, ef ég vil. Ég þarf ofta að pissa, næstu því á klukkutíma fresti. Ívon veit það vel og hún veit líka að það á alltaf að vera þurrt og hreint í kassanum hjá mér. Þess vegna setur hún dagblöð í kassan og á 2 daga fresti tekur hún blautu blöðin burt og setur þurr dagblöð í staðinn. Nú gott að fá dálítið hey. Nei, ég sagði dálítið hey. Mér finnst gaman þegar Ívon gælir við mig. Ef hún gæti þess bara að strjúka mig ekki á móti hárinu. En þá betra finnst mér það þegar hún busta mig með mjúkum tannbusta. Þá verð ég svo syfjaður að ég verð að sofna. Því annars get ég ekki.
Nei, hættu nú. Sér hún ekki að ég er sofandi? Mikið geta börn haga sér heimskulega. Það er gott að vera á grasinu, aleinn, og hér er svo góð lykt. Þarna kemur Ívon, hópast að hlaupa. Þarna slapp ég frá henni. Hvað er nú þetta? Mér finnst að vera hundur. Ó, stór hundur. Ég er hræddur við hunda og ketti. Þeir éta mig ef þeir ná í mig. Hvar á ég að fela mig? Mér heyrist hundurinn koma nær og nær. Hjálp! Ó, þetta var gott. Nú kom Ívon með kassan minn og hún hefur munað eftir heyinu og hérna er líka matur. Nú heyri ég aftur í hundunum. Hjálp! Hjálp! Ef hann kemur hingað getur hann náð mér upp úr kassanum. Hvað á ég að gera? Ó, þetta var gott. Nú kom Ívon með vírnetsbúrið. Nú geta hvorki hundan ég ketti ná til mín. Það er víst best að hvíla sig andartak. Hæ? Hvað er að gerast? Hjálp! Ég flýg! Nei, settu mig niður aftur, mig svimar. Hjálp! Hvað stendur nú til? Hérna út á gangstétt. Á nú að aka mig í brúðuvagni. Það finnst mér gaman. En legðu mig varlega niður og ekki á bakið. Svona, þetta var betra. Og svo kemur sængin. Þetta var gott. Og svo máttu vagga mér aðeins. Vagga og vagga og vagga, vagga. Hjálp, Ívon. Það er ekki hægt að stöðva vagninn. Hjálp! Ó, þarna er stór steinn. Hjálp, Ívon. Nei. Nei, sjáuði nú hvað ég fæ. Upp á hals gulræturnar mínar. Þessar pínulitlu. Stundum er nú ágætt að vera nagrís. Ó, yndislegt þurrt, hreint hey. Og nú fer ég í háttinn. Viltu gjöra svo vel að slökkva ljósið, Ívon?